Þegar maður skoðar strúktúruna sem kom fyrir í náttúrunni, hvort sem það prótín sem mynda frumur eða frumur sem mynda líkama eða dýr sem mynda hjörð, þá aldrei einir fastmótaðir strúktúrar. Það alltaf mjög bara handhófskennt og upplýsingarnar flæða bara. En þegar maður skoðar mannlegt samfélag þá allt mun fastmótaðara. Það alltaf 63 menn á Alþingi en ekki 65 eða 13. Og það sem að þjóðfundurinn að gera að brjóta svolítið þetta líkan. Að prófa að endurstrúktúra allt saman og leyfa þessu bara flæða náttúrulegan hátt. Þetta kann að vera ein merkilegasta lýðræðistilraun okkar tíma út af því að þetta hefur bara aldrei verið gert áður að stefna saman 1500 einstaklingum sem að eru algjörlega handhagsvaldir og þannig vera að mynda stefnu fyrir heila þjóð.